Rússar og Úkraínumenn hófu í dag í Abu Dhabi beinar viðræður frið í Úkraínu. Þetta í fyrsta sinn sem það gerist síðan í fyrrasumar. Félagar í Samfylkingunni í Reykjavík velja sér nýja forystusveit á morgun. Það Ys og Þys í kosningamiðstöðvum og frambjóðendur hafa smalað duglega. Félögum hefur fjölgað 70% á 2 mánuðum. 5 ára drengur í haldi ICE innflytjendaeftirlits Bandaríkjanna í Minneapolis. Borgarstjórinn þar segir þetta ekki leiðina að friði við borgara og Sameinuðu þjóðirnar gagnrýna aðgerðirnar. Ísland mátti þola svekkjandi 1 marks tap fyrir Króötum í fyrsta leik í milliriðli á EM í handbolta. Á Hrafnistu hefur myndast mikil stemning yfir handboltanum. Já, bara stjórna lífinu bara. Bóndadagur í dag við upphaf þorra. Dekrað við bændur með ýmiss konar gjöfum og á leikskóla í Hafnarfirði var sungið þorramatinn. Komið sæl. Þríhliða fundur sendinefnda Úkraínumanna, Rússa og Bandaríkjamanna frið í Úkraínu hófust í Abu Dhabi síðdegis. Til stendur að viðræðurnar standi þar fram á morgundaginn. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, sagði að landsvæðið væri enn sem komið stærsta málið af þeirra hálfu og það væri meðal dagskrárliða í viðræðunum. Þetta eru fyrstu opinberu viðræðurnar sem eiga sér stað milli fulltrúa Rússlands og Úkraínu í meira en hálft ár. Og byggja á áætlun Donald Trump forseta Bandaríkjanna stríðslok. Steve Witkoff, erindreki Donald Trump og Jared Kushner, tengdasonur hans, hittu Vladimir Putin forseta Rússlands í gær í uppbyggilegu samtali að sögn Rússa. Hallgrímur, hvaða þýðingu hefur þessi fundur sem nú nýhafinn? Náttúrulega það að fulltrúar Úkraínumanna og Rússa séu komnir í beinar viðræður frið býsna stórt skref. Það hefur ekki gerst síðan í Istanbul í fyrrasumar. Eins og staðan núna kannski hins vegar ekki fyrir séð að það náist samningar í þessari lotu og það bara miðað við hvernig leiðtogar þessara landa tala. Dmitri Peskov, talsmaður rússneska stjórnvalda, ítrekaði það í morgun að friðarsamkomulag kæmi ekki til greina fyrir en að allt herlið Úkraínumanna yrði dregið frá Donbass. Það eitthvað sem Úkraínumenn hafa alltaf sagt að það komi ekki til greina en þeir ráða ennþá yfir 20% af Donbass héraði. En eru líkur á því núna að þeir færist eitthvað nær samkomulagi? Það var reyndar annað stórt skref stigið í gær. Zelenský sagði þá eftir fund hans með Trump á efnahagsráðstefnunni í Davos sem kláraðist í dag og hefur verið þar í vikunni, að það hefði náð samkomulag öryggistryggingar að loknu stríðinu. Heimildamaður AFP fréttaveitunar sagði hins vegar í dag að gangur þessara viðræðna velti eiginlega mjög á afstöðu Bandaríkjanna og Trump hefur verið að þrýsta mikið á Zelenský að samþykkja ákveðna skilmála sem Zelenský hefur ekkert verið tilbúinn til þess að samþykkja. Trump sagði reyndar í gær að hann teldi að það styttist í að samkomulag næðist, en það ekki að sjá að Úkraínumenn og Rússar séu að gefa neitt eftir í kröfum sínum landsvæði og á meðan svo þá samkomulag ekki í augsýn. Og árásir Rússa og Úkraínu hafa haldið áfram? Já, það var gerð stór árás á Kharkiv hérað í dag. Þar voru 5 drepnir, þar af 5 ára barn og það má segja að þetta sé bara í nokkuð góðu samræmi við orð talsmanns Kremlar í morgun. Það sem að sagði að á meðan það næðist ekki friðarsamkomulag þá héldu Rússar áfram að reyna að ná markmiðum sínum á vígvelli. Hallgrímur Indriðason, þú heldur áfram að fylgjast með þessum. Takk kærlega fyrir þetta í bili. Og hingað heim. Prófkjör Samfylkingarinnar í Reykjavík á morgun og baráttan á lokametranum. Oddvita frambjóðendurnir 2 segja baráttuna snarpa og skemmtilega en ýmislegt sagt krauma undir. Borgarstjóri segir mótframbjóðanda sinn reynslu lítinn og frægan. Flokksval Samfylkingarinnar Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí hefst á miðnætti og lýkur klukkan 6 annað kvöld og niðurstöður verða kynntar fljótlega eftir það. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri og Pétur Martinsson, rekstrarstjóri og fyrrverandi knattspyrnumaður bítast oddvitasætið og voru á kosningaskrifstofum sínum í dag. Góðan daginn, þetta Heiða Björg hérna. Við erum hringið út af
Prófkjörinn á morgun. Hvernig líst þér á það? Heyrðu, ég sé að þú ert nýskráð í flokkinn. Ætlar þú ekki að taka þátt í kosningunum á morgun? Talsvert nýliðun í flokknum en nú 7.000 skráður í Samfylkinguna í Reykjavík en voru rúmlega 4.000 fyrir 2 mánuðum og til að mega velja í prófkjörinu þurfti að vera skráð við félagi á miðnætti í gær. Kerfi flokksins náði ekki að taka á móti öllum nýskráningum en úr því hefur verið bætt. Hefur þú að þitt framboð verið að hvetja fólk til að skrá sig í flokkinn? Já, sjálfsögðu. Ég held að allir geri það. Já, sko, það náttúrulega bara vinur og fjölskyldi. Ég náttúrulega nýr í pólitík. Prófkjörsbaráttan hefur verið nokkuð friðsamlegan samkvæmt samtölum fréttastofu fjölda af samfylkingarfólks kraumaður undir átök á milli þess sem sumir vilja kalla gömlu og nýju samfylkinguna. Heiða sé þá fulltrúi þeirrar gömlu sem lengra til vinstri og Pétur þeirrar nýju sem þá meira til hægri og meira í takt við flokkin eins og hann hefur þróast undir formennsku Kristrúnar Frostadóttur. Hvernig prófkjörsbaráttan verið? Bara skemmtileg. Mjög skemmtileg. Þetta náttúrulega búið að vera dálítið bratt, sko. Annasöm, snörp og annasöm. Skilaboð sem sögðu frá Heiðu þar sem Pétur sagður reynslu lítill og frægur hafa verið í dreifingu. Ég man ekki eftir að senda þau. Ef ég hef gert það, þá finnst mér það nú reyndar bara vera það sem hann er ekki, reynslu lítill og frægur. En það verður valið í fleiri sæti en oddvitasætið á morgun. Alls hafa 16 gefið kost á sér og auk Heiðu þar aðeins einn sem var í framboði í síðustu kosningum, Skúli Helgason. Þannig að það ljóst að það verður mikil endurnýjun á lista flokksins. Prófkjör eitt og svo þarf að vinna kosningar og svo þarf að stjórna borg. Og það gerir fólk sem hópur og þá þarf reynslu. Það þarf líka nýjar hugmyndir og ný andlit og best ef að þetta nær að vera besta blandan. Og áfram að pólitíkinni heima því Lilja Dögg Alfreðsdóttir varaformaður Framsóknar að það gefa kost á sér til formannsflokksins. Hún segir mikinn kraft í grassrótinni og bjartsýn á að flokkurinn nái vopnum sínum á ný. Frá því að Sigurður Ingi Jóhannsson tilkynnti í október að hann ætlaði ekki að halda áfram sem formaður hafa ýmsir verið orðaðir við embættið, þar á meðal Lilja Dögg Alfreðsdóttir og Willum Þór Þórsson. Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður, tilkynnti framboð fyrr í vikunni. Willum Þór greindi frá því á samfélagsmiðlum í gær að hann hygðist ekki bjóða sig fram en hvatti Lilju til að gefa kost á sér. En Lilja og Willum voru samflokksráðherrar í síðustu ríkisstjórn. Síðar kvöldið tilkynnti Lilja svo formannsframboð. Ég geri það fyrst og síðast vegna þess að ég fengi gríðarlega hvatningu frá félögum mínum vítt og breitt landið. Eitt af því sem mér mjög hugleikið, það að við erum auðlindahagkerfi og ég tel að hagsmunum okkar sé mun betur borgið að fara ekki í Evrópusambandið og það mér mikið hjartans mál og ég myndi segja að það sé svona ein af ástæðum þess að ég að taka þennan slag. Lilja á ekki sæti á Alþingi og segist ekki ætla að gefa kost á sér í næstu sveitarstjórnarkosningum. Hún datt út af þingi í síðustu alþingiskosningum þegar Framsókn fékk sína verstu niðurstöðu. Skoðanakannanir benda ekki til að flokkurinn sé að ná vopnum sínum. Og það mikið verk framöndan og ég tilbúin að fara á skófluna og ræða við félaga vítt og breitt landið og byggja flokkinn aftur upp. Grassrótin mjög sterk, þannig að ég hef fulla trú á því að fari ég í þetta af mikillega ástríðu að við munum ná árangri. Nýr formaður verður kosinn á flokksþingi Framsóknarflokksins eftir 3 vikur. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna framlengdi í dag heimild rannsóknarnefndar stöðu mannréttinda í Íran, þar sem þúsundir hafa beðið bana í mótmælum síðan í lok desember. Mannréttindaráð lýsir þungum áhyggjum af því hvernig íransk stjórnvöld hafa tekið á friðsælum mótmælum í landinu með óhóflegri valdbeitingu, handtökum og lokun á internetaðgangi. Ályktun þess efnis var samþykkt með 25 atkvæðum gegn 7 á aukafundi ráðsins í dag sem efnt var til að frumkvæði Íslands. Þetta var mjög afgerandi stuðningur og ég mjög stolt sem Íslendingur að við lítil þjóð erum að beita okkar rödd með þessum hætti að við sjáum að það sem að við getum beitt okkur að þá hægt að fá fleiri til liðs við okkur. Ég vonast til þess að með þessu að það átti þeir sig á því í Íran að þeir munu vera dregnir til ábyrgðar eins og það á að gera með þá sem að fara með stjórnlanda og misbeita valdi sínu eins og verið að gera núna í Íran. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, kom í samstöðu heimsókn til Grænlands í dag.
Frederiksen hafði byrjað daginn á viðræðum við Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO, þar sem þau voru sammála að bandalagið ætti að auka varnir sínar á norðurslóðum. Hún fundaði svo með Jens Fredrik Nielsen, formanni landsstjórnar Grænlands, í 2 tíma. Ekki hefur verið greint frá hvað þeim fór á milli, en danski fjölmiðlar leiða líkum að því að varnarsamningur við Bandaríkjamenn Grænland hafi verið til umræðu. Fredriksen var vel tekið þegar hun gekk med Nielsen i miðbæ Nuuk i dag. Vi kan være uenige om rigtig mange ting heroppe til daglig, når vi har vores små køkkenskænderi, men om det her det er det vidunderligt, at jeg møder folk, som jeg aldrig troede jeg kunne blive enige med. Jeg er her, fordi Jens Frederik Nielsen og jeg har behov for at være meget, meget tætte med hinanden i den her tid, så jeg vil kalde det en arbejdsdag, hvor vi nu forbereder vores næste skridt sammen som rigsfællesskab og som kongerige. Det er en alvorlig situation, vi er i. Det kan alle se. Nu er der et diplomatisk, politisk spor, som vi kommer til at forfølge, og det er det, vi skal forberede sammen i dag. Er krisen overstået? Innflytjendastofnun Bandaríkjanna, betur þekkt sem ICE, hneppti 5 ára dreng í varðhaldi í Minneapolis í gær. ICE hefur handtekið 3.000 manns í borginni undanfarna vikur. Varaforseti Bandaríkjanna segir drenginn hafi verið tekinn til að koma í veg fyrir að hann frysi í hel. This is unlawful and this is not okay. This is happening in front of my house in Minneapolis. Þetta er eitt af nokkrum myndskeiðum sem hefur verið dreift af aðgerðum ICE í Minneapolis. Hér verið að handtaka 2 konur af því að ICE-liðar vildu meina að þær hefðu keyrt á bíl þeirra. Sú sem tekur myndskeiðið segir því hafa verið öfugt farið. Hér ráðast ICE-liðar heim til manns frá Ekvador sem segist hafa komið löglega til landsins fyrir 3 árum. We're gonna come back for your whole family, okay? No, me van amenazando ahora. Me dicen que si yo no salgo van a regresar por mi familia y todos. Í gær var 5 ára drengur hnepptur í varðhald í umfangsmiklum aðgerðum ICE. Þetta hefur vakið mikla reiði í borginni. Varaforseti Bandaríkjanna varði aðgerðirnar og sagði að faðir drengsins hefði verið ólöglegur innflytjandi sem hefði flúið undan ICE. Well, what are they supposed to do? Are they supposed to let a 5-year-old child freeze to death? Are they not supposed to arrest an illegal alien in the United States of America? I actually think that there's some hope, some reason to think that there's going to be better cooperation in the weeks and months to come. Peace is not spraying irritants and chemicals at peaceful protesters. It's not detaining a 5-year-old. It's not dragging a pregnant woman through the streets. You achieve peace by working directly with communities. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, hefur lýst undrun sinni yfir að árásir á innflytjendur af hálfu bandarískra yfirvalda séu nú orðnar venjubundnar. Hann hvetur yfirvöld til að hætta að sundra fjölskyldum og að mannréttindi séu virt í Bandaríkjunum. Lögreglan á Suðurlandi tók í síðustu viku á nýjan leik skýrslu af lykilvitni í hvarfi írska fiðluleikarans Sean Bradleys árið 2018. Konan sem læknir var svo vitað sé sú síðasta sem sá Sean áður en hann hvarf. Hún hefur farið huldu höfði í nokkur ár og haldið til í útlöndum en kom til Íslands á dögunum. Þá var óskað eftir því að hún kæmi á lögreglustöð og gæfi skýrslu. Sean var lengi búsettur hér á landi og lék meðal annars með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Aðstandendur hans hafa krafist þess að rannsóknin á hvarfinu verði hafin aftur og skýrslutaka nú var liður í að komast að því hvort forsendur væru fyrir því. Ísland laut í lægra haldi fyrir lærisveinum Dags Sigurðssonar í fyrsta leik liðanna í milliriðli á EM í handbolta í dag. Á Hrafnistu á Sléttuvegi hefur myndast einstök stemning yfir mótinu. Handboltinn sameinar fólk á þessum óróa tímum, segir einn íbúa á leikdegi. Fyrst góður hádegismatur sem alltaf og síðan helgistund, svo barinn og svo að horfa á leikinn og þetta alveg sérstök stemning sem næst hérna. Það náttúrulega allt annað að horfa á leikinn með fólki heldur en að setja heima einn. Fylgistu alltaf með öllum handboltaleikum? Já, ég geri það. Hvernig finnst þér að Dagur sé að stýra Króatíu? Það er ekki gott. Ertu bjartsýnn fyrir að íslenska liðið fari lengra? Ég var það, ég líst illa á það núna. Hvað svona finnst þér handbolti gera fyrir andan í janúar? Og bara stjórna lífinu bara. Þetta bjarga janúarmánuði algjörlega, full
fullkomlega. Þetta búið að vera alveg skínandi gott. En sko, við verðum að taka eftir einu. Það eru 3 íslenskir þjálfarar sem spila hérna sem eru í rauninni með liðin sín. Það veit á gott. Það sem líka svo mikið svirðið, hugsaðu það, allir þessu órói sem í þjóðfélaginu, að allir sameinast eitthvað sem jákvætt. Það er bara meiri handbolti helst bara hverju degi. Og meira leikinn sjálfan í íþróttum hér rétt á eftir og næsti leikur Ísland svo á móti Svíþjóð klukkan 5 á sunnudaginn. Franska kvikmyndahátíðin hefst í Bíó Paradís í kvöld. Meðal gesta franska stórleikonan Isabelle Huppert sem kynnir nýjustu mynd sína á hátíðinni. C'est une belle fenêtre, oui, sur le cinéma français. Voilà, j'ai pas vu tous les films, mais j'en ai vu beaucoup et c'est tous des films vraiment intéressants qui représentent bien la diversité du cinéma français. Huppert leikur aðalhlutverkið í myndinni Ríkasta kona í heimi sem frumsýnd í kvöld. Eftir sýninguna situr hún fyrir svörum. Myndin lauslega byggð á velþekktu máli erfingja L'Oréal veldisins, heillandi ljósmyndara sem hún kynntist og ágreining fúlgur fjár. Dans ce cas précis, dans cette histoire, le metteur en scène Thierry Cliffat a dit au début, au fond, dans cette histoire, tout le monde connaissait la fin et personne ne connaissait le début. Huppert segir geta verið flókið að leika persónur sem byggjast á alvöru fólki, en þessi nálgun leikstjórans hafi veitt kvikmyndagerðar fólkinu frelsi. Et du coup, notre imagination était complètement libérée. Mais c'est fait très connu en France, mais c'est pas très connu en Islande. Croyez-vous que cette histoire surpasse les événements vrais? Oui, je crois, parce qu'elle a un peu quand même valeur universelle, même si effectivement, vous avez raison, c'est une histoire très française et que le public français majoritairement connaît. Þetta ekki fyrsta heimsókn Huppert sem hlaut heiðursverðlaun RIF fyrir nokkrum árum. Ici, quand on arrive ici, on a le sentiment d'être très loin et tout près. C'est quand même tout près, c'est 2h30 de vol. Et on est vraiment assez dépaysé et c'est un sentiment très agréable. Hún segir kynni sín af íslensku listafólki ekki síst ánægjuleg. Ça me donne envie de découvrir la littérature islandaise. C'est une scène culturelle très forte, je trouve, en Islande. Il y a des cinéastes, il y a une très grande chanteuse qui est Björk, évidemment. Þá nefnir Huppert að hún hefði gjarnan viljað dvelja lengur til að ná sýningu á Órestegju í Þjóðleikhúsinu. Hún hefur sjálf leikið undir leikstjórn Benedikt Andrews. Hún segir þó ekki langt í næstu heimsókn. Je reviendrai parce que je pense que voilà, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais j'ai peut-être un film islandais à venir faire ici. Bóndadagurinn í dag og markar upphaf þorra. Svo hefur skapast í áranna rás að konur gleðji bændur sína á þessum degi með einhverjum hætti. Það hefur verið annarsamt í verslunum í aðdraganda bóndadagsins og augljóst að margar nýttu sér netverslanir til að finna bóndadagsgjöfina. Í fyrstu prentuðu heimildum bóndadaginn sem eru í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar frá 1864 segir að menn hafi átt að fara fyrstir á fætur þann morgun sem þorri gekk í garð. Áttu þeir að fara ofan og á skyrtunni einni, vera bæði berlæraðir og berfættir, en að fara í aðra skálmina og láta hina lafa og draga hana á eftir sér á öðrum fæti, ganga svo til dyra, ljúka upp bæjarhurðinni, hoppa á öðrum fæti í kringum bæinn, draga á eftir sér brókina á hinum og bjóða þorra velkomin í garð eða til húsa. Og eins og með margt þá breytast þessar hefðir líka. Í dag vinsælt að bjóða upp á dýrindis steik. Stekkur léttilega, það á að halda þorrablót. Fólk bæði konur og kallar leggja leið sína í hingað og kaupa góða steik, halda upp á daginn og bjóða póka, og öllum póka. Maðurinn minn ekki til súrmat, þannig að það bara farið hingað og fengið eðalkjöt. Og ekki finnst bóndanum verra að fá eitthvað fallegt og gómsætt á eftir. Það brjálæði að gera. Þetta alltaf mjög stór dagur hjá okkur. Þessi súkkulaðikaka með saltkaramellu sem eitt af vinsælustu kökunum okkar. Og svo erum við með bóndakúluna. Og það er mjög fyndið nafn. Þetta súkkulaðikúla sem við búum til og við fyllum hana með makkarónum, konfekt og karamellutum og skreytum með brennivíni. Hann heppið bóndinn. Nei, þetta fyrir tengdarsóla. Og í Garðabænum fer í kvöld fram þorrablót stjörnunnar og þangað Ástrós komin. Já, Ástrós, hvernig ilmar höllin? Geturðu sagt okkur það? Já, hún ilmar af þorramat
og allir 900 gestirnir sem eru að koma hingað í kvöld eru að tínast smá saman inn í þennan glæsilega sal. Ég ræddi við kokkinn hérna rétt áðan og hann sagði mér að steikarhlaðborðið væri nú orðið vinsælla heldur en þorramaturinn sjálfur. En ég kíkti í heimsókn í dag á leikskólan Hlíðarenda í Hafnarfirði og þar voru börnin að syngja þorramatinn sem þau fengu að borða. Ég borðaði súrhval. Ég borðaði líka súrhval og ég líka þarna harfisk. Já, og þeir eru hérna hjá mér veislustjórar kvöldsins, Auddi og Steindi. Strákar, borðið þið þorramat? Nei, flatkökur með hangikjöti. Já, en þú veist, maður kannski ekkert eitthvað æstur í þorramatinn, en jú, það er alveg stemning aðeins að tjekka á honum. Það er líka orðið mun algengara þegar fólk er á þorrablót, það fer á steikaborðið, sko. Mér finnst það að vera svindl. Þú veist, ef þú ert að koma á þorrablót, þá átt að fara í þorramatinn. Er það svindl? Þú borgar peningur að koma inn, máttu ekki gera það svona vel? Nei, þú veist, það er svona stemning í þessu að fá sér kemman og pungana. Svo getur þú fengið líka bara hangikjöti í hvítri. Ég ætla nefnilega að bjóða ykkur að smakka. Þið megi velja, sko, það eru lundabakar, eða hrútspungar, eða hákarl. Bara ykkar Ég er svo mikill gikkur, sko. Ég get ekki að fara að æla á þér fyrir upp á svið, maður. Hvað er þetta hér? Lundabaki. Er ég að fara í pungin? Þetta er hákarl og þetta hér er hrútspungi. Ég ætla að taka eitt af öllu. Ég ætla bara að smaka þetta hérna. Hvað var þetta? Fungur? Nei, þetta var eitthvað. Þetta er ekki gott. Nei, maður. Ég veit ekki nálega þetta. Nei, sorry, er þetta ekki Bjarnar Rúf? Hérna, B-vitans, neða hvað sem er. Það? Ég er svona að reyna Herru. Ég get ekki. Nei, ég ætla bara að viðkynna, heldur ekki, En svona fyrir utan að borða þorramatinn í kvöld, hvað ætlaðu að hafa í huga? Þetta er bara sem ég sagði steikarhlaðborðið. Við erum ágætt, sko, inn á milli þessi steikarhlaðborð. Við erum ágætt, sko. Þetta er sko, það er eins og að geta sveittar nærbuxur. Ekki það ég hef pröfað. Hvað gerum við þetta? Ég get ekki verið að hrækja þessu. Hvað ætlaðu að hafa í huga í kvöld? Hvað ætlaðu að hafa í huga í kvöld með þér upp á sviði? Að skemmta fólki. Það er bara nummer 1, 2 og 3 og veislustjóri og það er bara heiður að fá að skemmta hérna 1000 manns. Þannig að það er 1, 2 og 3 að skemmta fólki. Þú er aldursbyrði orðið svolítið breytt á þorrablótunum. Sem er mjög skemmtilegt. Unga fólkið er bara alveg orðið brjálað í þorrablótin. Þannig að þetta er farið að mixast mjög skemmtilega og bara er algjör partí og líka gaman bara fyrir unga fólki að komast aðeins inn í þessa hefð, þú veist. Þeim finnst gaman að hrúa diskinn og er að manna hvort annað að smakka þetta og þetta er bara stemning. Glæsilegt. Ég segi bara góða skemmtun ykkur í kvöld, strákar, og verðið þeim að góði sem ætla að koma að fá sér þorramat. Takk fyrir þetta, Ástrós Signíardóttir í Garðabæ á þorrablóti sem er að byrja. En lögreglan í Suffolk-sýslu í New York í Bandaríkjunum fór í heldur óvenjulegt útkall á dögunum. Þegar á vettvang var komið bjuggust lögreglumennirnir sennilega frekar við bankaræningja, en í staðinn mætti þeim dádýrst tarfur sem hafði brotist inn glugga á bankanum og satt fastur. Tarfurinn var greinilega skelkaður, rakst í veggi og húsgögn og olli nokkru tjóni. Það tók lögreglan dágóðan tíma að klófesta dýrað, en á endanum festist tarfurinn inni á skrifstofubás. Lögreglumennirnir teymdu tarfinn út glugga á bankanum og af þessum myndum að dæma virðist hann hafa verið frelsinu, afar feginn. Og þá er það veðrið á morgun, það verður austanátt á landinu, víða kaldi en allhvasst allra syðst, bjart að mestu vestan á norðanvert landið, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir eða él. Hiti verður á bilinu 0 til 7 stig að deginum en svalara norðanlands. Og við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætti Króatíu í fyrsta leik sínum í milliriðli í dag og Króatarnir reyndust strembnir. Förum yfir alltaf helsta úr leiknum og heyrum hljóðið í strákunum okkar í Malmö. Sigurinn féll ekki með íslenska liðinu í dag og Dagur Sigurðsson var kátur með úrslitin. Þegar við vorum 6-6 þá vorum við fannst mér sterkari aðalinn. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma.
Rússar og Úkraínumenn hófu í dag í Abu Dhabi beinar viðræður frið í Úkraínu. Þetta í fyrsta sinn sem það gerist síðan í fyrrasumar. Félagar í Samfylkingunni í Reykjavík velja sér nýja forystusveit á morgun. Það ys og þys í kosningamiðstöðum og frambjóðendur hafa smalað duglega. Félögum hefur fjölgað 70% á 2 mánuðum. 5 ára drengur í haldi ICE innflytjendaeftirlits Bandaríkjanna í Minneapolis. Borgarstjórinn þar segir þetta ekki leiðina að friði við borgara og Sameinuðu þjóðirnar gagnrýna aðgerðirnar. Ísland mátti þola svekkjandi 1 marks tap fyrir Króötum í fyrsta leik í milliriðli á EM í handbolta. Á Hrafnistu hefur myndast mikil stemning yfir handboltanum. Bara stjórna lífinu bara. Bóndadagur í dag við upphaf þorra, dekraðir við bændur með ýmiss konar gjöfum og á leikskóla í Hafnarfirði var sungið þorramatinn. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruf.is. En við á fréttastofunni við vonum að þið njótið helgarinnar. Leið og við þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Fjölskyldan í forgrunni, Here We Go. Breskir gamanþættur hina óvíjafnanlegu Jessop fjölskyldu sem lifir heldur óreiðukenndu lífi og yngsti sonurinn Sam festir það allt á filmu. Vikan með Gísla Marteini. Gísli Marteinn fær til sín góða gesti og fer yfir helstu atburði vikunnar. Brakandi fersks tónlist kemur landsmönnum í helgarstemninguna. Ljósmóðurinn Call the Midwife. 13. þáttaröð breska myndaflokksins Ljósmóðurinnar sem byggður á sannsögulegum heimildum ljósmæður og skjólstæðinga þeirra í fátækrahverfi í Austurborg London á 7. áratugnum.